þetta voru alla spurningarna, sko. Þetta var mjög öðruvísi svör fyrir þér og svona með aðra fyrir spurningar. Þú ert svona miklu svona rólegri og svona, við erum bara svona, já, þú veist, svona spáir ekkert eitthvað mikið í öllu öðru, skilju, meðan við allir aðrir vorum með svona, ég veit ekki, þú ert bara svona meira svona chill, skilju. Já, það er gaman að heyra það. Já. Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýrði það. En þú veist, mér finnst en allir aðrir voru eitthvað svo mikið svona að spá í samfélagsmiðlum og vera svona, eða skilju, og meðan þú ert bara svona, ég er ekkert eitthvað svona að spá í þessu, sko, ég er bara, Nei, ég hef alveg reynt að vera ekkert að setja eitthvað, og ef ég set eitthvað, þá er ekki rosalega mikið að spá í hvað öðrum finnst, eða skilur, þú veist, ég bara setja eitthvað þarna, hvort þið er farið eftir dag eða er þarna á einhverju feedi og þetta bara skiptir engin máli, af því það er allir búin, þó svo maður segja eitthvað astnælt eða sé eitthvað astnælt, þetta er bara farið á morgun, það er öllum drullu saman. Og það eru yfirleitt allir bara að spá í sjálfum sér, þannig að maður getur bara að vera alveg rólegur í því hvað öðrum finnst. Já. En við hverju töluðu þið? við erum bara að tala við, ég með að lista hérna. Við fengum fleiri svör en við vorum að búast við. Já. Við byrjum líka að senda snemma. Já, við byrjum að senda mjög snemma og við sendum á því 30 leikar eða. Við vorum ekkert að búast við því að fá einhver svör. Við vorum bara, þú veist, það er ekkert eitthvað fólk sem nennir eitthvað að standa í þessu, skilju. Þannig að við sendum bara alla sem okkur datt í hug. Já. En gaman. Já, við erum búin að fá svar frá Óla Gunnari, Arnór Björnsson. Björnsson. Já, Björnsson. Já, þeir og svo Katrín Halldóra. Hún var búin að svara okkur en hún er svona, ég held hún hafi bara rosalega mikið að gera. Já, hún svaraði okkur, sagði já og svo vorum við svona að plana tíma og þá eiginlega bara svona hætti hún að svara. Þannig að þú veist, við hefum bara ætla ekki að tala um hann lengur þegar við þurfum að klára þetta, sko. Já, ég klára þetta bara. Og svo Þuríður Blær. Já. Tölum við hana, Gísli Örn. Já. Garðarsson, tölum við hana. Var hann mikið chill? Jú. Hann var alveg chill, sko. En þú veist, Það er rosalega orkumikill líka. hann er ógeðslega fyndinn, sko. Ég var að deyja. Hann var eitthvað, þegar við spurðum, sko, þegar við tölum við hann, þá vorum við bara búin að tala með Óla og Þuríður Blær sem eru svolítið svona ungi leikarar, skilju. Og hérna, þau voru alltaf bara eitthvað svona, eins og Óli, hann var bara eitthvað svona, já, þú veist, mér langar bara að vinna með vinum mínum og bara svona fá hlutverk, skilju. Og við vorum bara eitthvað svona, boring, nei. En þú veist, hann var bara eitthvað svona, já, þú veist, mér langar bara að fá hlutverk, mér er eiginlega bara alveg sama, sko, mér finnst bara svo gaman að leika eitthvað svona. Og svo tölum við hann, þá var hann eitthvað, sko, við Gísla, þá var hann bara eitthvað, sko, mér langar að leika kúreka í spagetti-vestri, tekið upp á Ítalíu, eða svona íslenska álfavampíru. Og við vorum bara eitthvað, hvað er fokkar? Við vorum bara að deyja úr hlátri, sko. Hann var ógeðslega fyndinn, sko. Svo tölum við Steinunni, hún var líka ógeðslega fyndinn. Ég var bara, nei, sko, þú veist, ég var hágrátandi af hlátri, sko. Hún var svo mikið að gera grína og vera eitthvað svona, þú veist, ég var eitthvað svona, ég myndi ekki hvað spurningi ég átti eftir, eða hvað ég var búin að lesa, þannig að ég var eitthvað, ég týndi spurningunni. Hún var eitthvað, týndir í spurningunni? Æ, ég var að hringja á lögregluna að biðja að leita spurningunni. Tók svo upp síma sinn og var að tala í hann svona og var bara alveg í 5 mínútum með þetta grín að tala við rannsóknarlögregluna að finna spurninguna. Og við vorum bara, ég var hágrennandi bara af hlátri, sko. Hún var ógeðslega fyndin, sko. Það var ógeðslega fyndin, sko. Já, og svo tölum við hérna Mikael Kóper. Hann var líka mjög skemmtilegur. Já. Og hérna, Ég var eiginlega bara, ég var að taka viðtalið við hann og ég var bara svona, af því ég var svona, Þín starfsvöld? já, það er líka af því ég er búin að vera að fylgjast með honum frá því ég var 6 ára. Já. Það var svona rosalega svona Hann er aðeinslega. skrítið moment. Ég ólst upp og horfa á stelpunnar. Já. Ég veit, það er svo skemmt. og svo tölum við líka við Björn Stefánsson. Já. Og svo þig. Já, geggjað. Æðislega. Ég verð að senda ykkur sketsin með Höskuldi og Höllu. Já. Það er sko ég og Katla Margrét að leika hjón. Ég var að pæla hvort ég geti